ætlum að halda áfram hérna í föstudagsþættinum sem við tökum upp að þessu sinni í settinni hjá Lísu og Lísu í Rýminu á Akureyri en Leikfélag Akureyri að fara frumsýna þessa sýningu í kvöld. Hins vegar Valentínusardagurinn í dag og ég veit að hann hér sjúklega taugarnar á sumum á meðan aðrir elskan og sumum bara gæti ekki verið meira sama. Nei. Þetta ekki nokkuð góð þrískipting? Jú, þess vegna fenguð ykkur tvö aftur þegar voru síðast að ræða bóndudaginn. Já. Og núna ætlaði að ræða Valentínusardaginn. Þið eru orðnir okkar sérfræðingar í ástamálum. Já, það mjög eðlilegt sko. Það rómantískir ráðgjafar. Já. Þá erum við að byrja að fá að heyra bara skoðun ykkar á Valentínusardaginn. Hvað finnst ykkur hann? Í hvaða flokk farið þið? Fyrst fór þessi dagur í ruslflokkum sko. Það mest að vera svona einhverju Ameríku klíningarnar. Svo fór ég að hugsa. Það sem gerist nú ekki oft. Nei. Datt í ganga þetta inn. Að auðvitað það þurfi Íslendingar að halda að hafa dag elskenda sko. Hálfgerða frumbyggja sko. Ég skemmdan mat hann í mánuð sko. Í miðjum mánuði þarf náttúrulega að henda sér súrbettinu og pungunum og elskast það velja. Já. Það þarf að minna fólk á þetta, mér finnst það. Og það er í dag. Ég finnst þessu núna sko. Ég hef þroskast mikið síðan að ég er þessum degi fyrst. En þú Eva, í hvaða flokk ferð þú? Mér finnst þetta æðislegt. Já. Þú veist, mér er alveg saman hvort þetta er amerískt eða eitthvað annað, einmitt. Þetta er bara minna fólk á að elskast og bara, elska náungan. Haldið að fólk sér að gleyma því að elskast? Nei, svo sem ekki, held ég. Eða hefur ekki tími í það? Já, það er kannski getur verið, sko. Ég bjó einu sinni, þegar ég var skiptinum, þá bjó ég erlendis og það var mjög mikið amerískum hefðum þar, í Puerto Rico. Og þar var mikið líka, sko, ekki bara elskendur, heldur vinir og, þú veist, þannig að þetta er líka svona, ég var að senda vinkonu minni kærleikskort og þið veitir, þannig að þetta var svolítið mikið þannig líka. Það fjallar bara ástina? Já, bara ást og væntumþykju. Ástin er ekki bara upp í rúmi sko. Nei. Hún getur verið eitthvað sem líka sko. Já, við þekkjum mjög vel, hún er ekki bara í rúminu. Nei. En þú sem veist nú fann að líka verið þennan dag, ert þú búin að ákveða hvað þú ætlar að gera í dag til dæmis? Hvernig þú ætlar að nýta hann? Ég ætla bara að fara snemma að sofa í kvöld sko. Nýta hann, ég held ekki sérstaklega upp á sko, en mér finnst samt þetta flott hefð, þannig. Ég kannski ekki með blóm heim handa konunni eða eitthvað sko. Þú mátt það ekki? Ég var það lifandi, ef það er í pott. Ef það er í pott, já. Hann sagði síðast að það væri vitleys að koma með afskorin blóm. Pottablóm er alltaf sett. Já, ponsættriðir sem minnir til því sko. Við erum ekki alveg svo langt með þetta sko. Nei. En þú? Já, ég... Elsku Hjalti mér fær alltaf að vita svona í sjónvarpinu hvað ég gefi fyrir. Hann bíður spennt. Við ætlum í leikhús, en það er ekkert bara út þessum degi, sko. Ég er svo gamaldags, mér finnst alltaf gaman að skrifa ástarbréf eða eitthvað þannig. Ég er ekkert endilega að fer út og kaupi 500 gjafir og heldur skil eftir, þú veist, ástarbréf á eldsporinu eða koddanum eða segja, þú veist, í alvörunni hvað mér finnst og þykir hann eða... En í hverju lendur til dæmis eins og með hann? Líkar honum vel við hennan dag eða mun að opna þetta og segja þessi dagur? Nei, honum líkar það. Já. Er það ekki líka bara málið? Það sem er kannski fyrir taugarnar og fólk kannski markasetningin á deginum en ekki kannski dagurinn sjálfur og þú verður að kaupa og eyða einhverjum. Örugglega. Það að sko sína ást og kærleika þarf bara ekkert að snúast neitt það að kaupa. Nei, það ekki kosta neitt. Það er líka þeir sem finnst við erum búin að taka nóg frá Ameríku sko. Já, fyrir utan það. Já. En það getur líka verið bara svona, já. Þú getur líka bara teiknað hjarta og skrifa fallegt, þú þarft ekki endilega að kaupa það, sko, en þetta er gaman að fá eitthvað. Nýta tækifærið, ég meina, ef þú ert... Ég hef heyrt nú að margir kallar þetta bara Valdísardag, sko. Já, þú lága heiðurinn á þessu degi. Já, Valdísheitin. Já. Og þá var þetta orðið minna amerískt fyrir vikið, sko. Já. Og ég er mjög ánægð með þetta að fólk á bara að skrifa, ekki nota SMS núna, bara handskrifa ef þú kann það ennþá. Einhver fallega ósendingu til makans eða við helst að hvað sem er. Og láta þær hafa það, sko. Það er svona persónulega heldur að senda SMS. Og Facebook. Ekkert á Facebook, bara þetta er persónulegt. Það er alltaf ákveðið bensínkostnaður felst í eða viðhaldi til dæmis. Já, reyndar. Akkur. En það keyra, kannski ekki með hana í næsta húsi. Þetta er mjög spesifík samt. Það er svo langt ángar. Kannski gott að búa í blokk, stökk að fara. Kannski ættir íhuga bara að sleppa viðhaldun á þessum degi? Já, einmitt svo bara... Gerðu það? Já, ég er ekkert í viðhaldun, sko. Ég er bara með þau umplöta. Ég veit
Af því það ekki sér dagur viðhaldið það. Já. Viðhaldsdagur. Já, ég einmitt. Hann í maí. Já. Almáttugur. En hvað að frétta okkur annars? Hvað á stefnuskráni hjá okkur skemmtilegt? Það að dansa kemur ekki óvart. Nei. Ég ætla til dæmis, má ekki plugga sjálfan sig það, þú veist, ég ætla að vera að dansa með krökkunum í Hofi á sunnudagsmorgunin. Já. Í hátíðinni Börn fyrir börn. Já. Það verður mjög gaman. Ég og Hjalti Jónsson ætlum að vera, hann ætlar að vera að spila og ég ætla að dansa. Svo bara. Svo ertu að fá gestakennara í Zumba. Já, Zumba, það verður alveg danshátíð í átaki í næstu viku, þannig að ég hvet alla til að koma. Það er að dansa alla daga vikunar, verður erlendir kennarar á miðvikudag og fimmtudag. Það Fyllin með verður eitthvað arabist. Ekkert plagg, ég er bara í fulli þorrablótur núna, alla helgar. Fullur á þorrablótum? Ekki fullur, Nei. í fulli á þorrablótum. Já, að skemmta. Stjórna þorrablótum og svona dóttir. Hvað fannst nú filmum gíraffann sem var tekinn í sundur daginn? Ég hefði átt að blása svolítið upp. Já. Áttu aldrei að segja frá þessu, áttu bara að taka hann og láta hann hverfa, sko. Já. Þess að gerist einu svona kólum, ef ein hæna hverfur, þá er bara þegar hún hvarf. Átti ekki að skýra eitthvað Hún fór í gíraf. sveitina, er það kallað. Já, þetta skýrir gíraf og svo bara gert ægilegt mál úr þessu. Já. Þetta er gert í öllum dýrakvarða, sko. Þetta kemur ekki- Öllum bóndabæðum. Það er ekki gert svona í fíla. Nei. Nei. Þeir ekki verndaðir hérna í Íslandi líka. Jú, ég held ekki það. Það breytir alveg fulla, sko. Það er komið nóg, ég held að einhverju hafi jafnvel fengið einhver hugmyndi fyrir valentínsdaginn. Já. Ég held það. Vonandi, þegar Já. við hafa farið að stoppa út á götu og spyrja hérna ímis ráð, sko. Já, það ekki. Minna, Ég ljóta 8 fjölstundur, sko. Það er rómantískir ágjafar. Já, ég fór suður í síðustu helgi á Ísutera og þar var fullt af fólki sem satt alltaf að horfa á N4 og var mjög ánægt með hérna konundagsinnslæði, sko. Nei, bóndagsinnslæði. Bóndadags. Það er vonandi að horfa núna. Já, hann hljóta allir að horfa núna. Það er takk hérlega fyrir komin og vonandi komið aftur hérna á konundaginn. Já, klárt. Herðu, við ætlum að heyra í Sunnu og Sögu hérna á eftir og heyra Lísu og Lísu, þar sem við erum stödd hérna núna. Og hvað við meira eftir? Jú, dansað fyrir ofbeldi Já. og sér hvað meira. Gegn ofbeldi. Já. Bara fyrir ofbeldi. Rétt haldið á hóðið. Önsum ofbeldið bara í bæinn.